Það var dásamlegt veður á Fáskrúðsfirði þegar við kíktum þar við á dögunum. Í daglegu tali Fáskrúðsfirður nefndur franski bærinn og þar ýmislegt sem tengist fransmönnum. Tengingin við Frakkland á rætur að rekja til veiða franskra sjómanna undan Austfjörðum og reistu þeir til að mynda kapellu og spítala í bænum og skammt frá má finna kirkjugarð franskra sjómanna. Hún Berglind Ósk Agnarsdóttir, sagnakona, hefur mikinn áhuga á sögu Fáskrúðsfjarðar og miðlar henni til þeirra sem vilja, en hún starfar á sumrin sem leiðsögumaður bæinn. Ég var 5 ára gömul þegar ég flutti hérna með foreldrum mínum og sporin mín liggja hér allar koppagrundir. Svo fór ég til Reykjavíkur að mennta mig, leikskólakennara mennt og síðan flutti ég heim aftur fyrir 12 árum síðan. Og þá fór ég svona að taka meiri þátt í ferðaþjónustu hérna, en hef 30 ára skeið verið að segja sögur, bæði börnum og fullorðnum, öllum sem heyra vilju, og nú bættust ferðamenninni við. Berglind kennir á veturna en á sumrin vinnur hún hjá Tanna Travel við verkefnin Meet the Locals, þar sem hún röltir bæinn og fer á einkaheimili í kaffisópa. Og síðan ég líka með gönguferðir bara án kaffisópans. Og svo gjarnan haft samband við mig ef einhverju hópar að koma í bæinn og þá langar til að fá smá upplýsingar og leiðsögn. Og það auðvitað tengist þetta mest allt sögu fransmanna. Já. En auðvitað eru til dæmis útlendingar, við fáum mikið af Frökkum og þeir eru bara mjög spenntir fyrir því að heyra hvernig fólk lifir í litlu þorpi austur á landi á Íslandi. Það finnst þeim bara spennandi. Hvað það að gera og hvernig gerir það? Mikill snjór, það alls konar spurningar sem maður fær. Ég hef fengið spurningu varðandi það að sólin hverfur hérna hjá okkur í tæpa 3 mánuði. Eru margir sem deyja vegna sólarleysis? Alls konar spurningar eins og þetta sem fólk forvitið að vita. Það mjög misjafnt hversu oft í viku Berglind fer í bæjarleiðsögn sem og hversu margir eru í hverri ferð. Það alveg frá 2 og upp í sko svona 12-14. Þá það orðið svona aðeins öðruvísi. Já. Það ekki eins persónulegt þegar maður að fara með það stóra hópa. Þá þarf maður að haga ferðinu öðruvísi. Þá gengur maður áfram og stoppa svo reynir að koma sér upp á stein eða eitthvað svo allir heyri og maður geti verið í sambandi við hvern og einn. Engum líði eins og hún sér skilin út undan. Sko, ég reyni að halda mig svolítið við þetta svæði hér. Og ég segi þeim sögur af skrúðsbóndanum og ég segi þeim sögur af tröllskessunni Kolfreyju. Og svo segi ég þeim sögur af álfum og huldufólki, af því þær eigum við öll saman. Og svo ég að segja þeim bara frá hvað við erum að gera hér. Meina, hvað gerir fólk í litlum þorpum? Fólk forvitið líf fólks á öðrum stöðum á hnettina. Það bara þannig. Við vildum fá að upplifa það að fara í smá leiðsögn með Berglindi og báðum hana að rölta með okkur í smá stund og segja okkur frá nokkru því helsta sem hún segir frá í venjulegri leiðsögn. Við þurftum ekki að labba lengi áður en komið var á mikla söguslóðir. Þetta köllum við stundum litla franska þorpið hérna, franska þyrpingin. Því hér eru hús sem voru byggð af Frökkum. Þetta litla rauða hús sem stendur þarna, og það byggt af Frökkum sem sjúkraskýli. Og áfast við það var lítil kapella, af því að Frökkum heima í Frakklandi sem byggðu þetta hús fyrir sína sjómenn þótti jafn mikilvægt að hugsa sálina eins og líkamann. Og svo höfum við hér fyrir framan okkur, þetta sem sagt litla kapellan sem var flutt á nýjan grunn og eftirlíking af þessu rauða, því að Rauðahúsið bara í eigu fjölskyldu og hefur þjónað sem heimili áratugi. En þetta hús hérna, þetta svolítið merkilegt hús því að það var flutt úr Mjóafirðinu. Það reist þar á sínu tíma en síðan hafði Mjófirðingar ekki not fyrir þetta hús, þannig að það var bara flutt hingað rétt svona í þetta stóra reisulega hús. Og nú stendur það hér og svona verbúð. En síðan þetta nýbygging. Þetta hótelið, það var reist til viðbótar við hótelið sem frönsku húsin hýsa til að rekstrareiningin yrði
yrði hagkvæmari. Það vantaði meiri herbyggi svo margir vildu gista hjá okkur. Og þessi lækur geymir svolítið merkilega staðreyndir. Í lækkunum eru svona steinar með áletrun á og á þeim eru nöfn skipa sem að strönduðu eða fóru í hafið á tímum Fransmanna við Íslandsstrendur. Og þannig að svona með táknrænum hætti rennur vatnið yfir þessi nöfn. Þetta alltaf svolítið fallegt finnst mér. Og svo þetta franski spítalinn sjálfur sem stendur á nýjum grunni. Hann var upphaflega byggður hér aðeins uttar en hann fékk hérna nýjan stað til þess að væri hægt að nýta húsið með húsinu sem hérna andspænis sem er gamla læknishúsi. Og hefur alltaf verið þarna, staðið þarna kyrrt, byggt þarna á sínu tíma. Og þarna, þegar ég alast upp hér, þá var þetta bara heimili læknisins og hann hafði sína aðstöðu þarna til þess að taka á móti sjúklingum. En þetta eru herbergi upp á lofti og á jarðhæðinni er lobbyið fyrir hótelið og safn Fransmanna. Það er alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri þetta safn og ég hvet alla sem koma hingað til Fáskrúðsfjarðar að skoða safnið. Og það nær hérna undir? Það nær undir götuna, jú, við erum einu jarðgöngin sem við vitum svona undir götu á Austurlandi í það minnsta. Og safnið eitt og sér er bara dásamlega vel gert og áhrifaríkt og segir þessa sögu mjög vel. Síðan er þetta hús hérna, elsta bygging bæjarins, gamalt sjóhús, en hís núna Norðurljósahús Íslands. Þarna er sýning á norðurljósamyndum sem að tvær konur hér úr þorpinu hafa tekið hér í þessum firði. Afskaplega falleg sýning og gaman að fara og ég hvet alla mína gesti til að heimsækja það. Síðan segi ég frá fjallahringnum okkar, falleg fjöllin sem við höfum hér og bendi fólki á gönguleiðir ef það hefur áhuga á slíku og svo þetta frá atvinnulífinu, hvernig við öflum okkur brauðs. Já, öll þurfum við að gera það á einn eða annan hátt. En í lokin, hvers vegna ætli þetta starf sé svona skemmtilegt? Sko, það er þetta fyrst og fremst að hitta fólk. Það er skemmtilegt. Það er svo nærandi að hitta nýtt fólk og því alltaf læri ég eitthvað nýtt líka, á hverjum einasta degi. Og svo það að fá þessari þörf fullnægt að geta sagt fólki sögur. Því að ég elska sögur af Íslandi, tröllum og álfum og vil gjarnan koma þeim sem víðast.